Jakob, Já. við erum flottir í kvöld. Mér fannst það. Mér fannst bara heildar svona orkan og bragurinn á liðinu bara mjög góður alla leið í gegn. Það var bara greinilegt að menn vildi þetta mikið. Langaði mikið í þennan sigur og voru tilbúin að leggja mikið á sig og gera það saman, þannig að ég er bara gríðarlega ánægður. Byrjið tímabilið sterkt, eins og Linnards meiddur þarna og Vlatko eitthvað, þessi tvenna tím sem þú valdir í upphafi tímabils heldur betur að koma sterkir inn í svona leikjum eins og í kvöld. Þeir eru mjög flottir. Mér finnst ég er bara hrikalega ánægður eins og ég sagt frá byrjun tímabils. Ég er bara ánægður með hópinn, ánægður með liðið mitt. Þeir eru allir bara gera hlutina rétt, gera hlutina fyrir liðið og svo fyrir sig, þannig að þeir eru að hugsa þetta alveg hárrétt og eins og þú segir með Vlatko og Linnards og þeir spila rosalega vel saman, ná að tengja vel saman og tengja vel við aðra í liðinu, þannig að ég er að sjálfsögðu hrikalega ánægður með þá. Kominn Nimrod, svona ekki alveg fullt hérna í kvöld, var hann meðstáttur hérna frá byrjun? Nei, mér skilst að hann hafa bara stífnað þessu upp. Hann var náttúrulega búinn að vera frá, við vorum svolítið að reyna að fara varlega með hann, sem hann spilaði nokkra mínútur og svo út í nokkrar og aftur inn. En mér hef ekki talað við hann beint, en samkvæmt sjúkraþjálfara var þetta bara einhver stífleiki sem kom upp, sko. Tapið fyrir Álftanes, komið svo að vinni Keflavík hérna. Þetta eru bæði liðin, Álftanes og Keflavík, frábær liði. Er ekki erfitt að sveiflast ekki einhvern veginn bara alveg upp og alveg niður einhvern veginn þegar, þú veist, er þetta svona? Það er alveg stressandi í vikinu það. Að bara, já, í svona deild þar sem að, þú veist, hver leikur skiptir rosa máli og það sveiflast upp og niður eftir hvort þú vinnur eða tapar og eins og við höfum verið í vetur, við höfum verið að vinna og tapa til skiptist nánast. Þannig að auðvitað er þetta stressandi og maður fer upp og niður en þú veist, maður reynir bara að halda strákunum við efni, maður reynir að fá það til þess að sjá góðu hlutan sem við erum að gera og halda áfram að vinna í þeim og reyna að bæta það sem við þurfum að bæta en svona, þú veist, heilt yfir finnst mér við bara með mjög flott lið og mjög samkeppnishæfur við önnur lið í deildinni. Að lokum, $1 milljón spurning, hvert getur þetta KR-lið farið? Bara þá, þú veist, við getum farið, mér finnst við geta farið langt. Mér finnst þakið á liðinu gott, mér finnst það hátt, mér finnst það hafa sýnt það í vetur. Að í okkar bestu leikjum í vetur hefur við verið bara með þeim spilað eins og bestu liðin hafa gert. En kannski það sem er á okkur að við hefum verið óstöðir. Þannig að við getum alveg farið lágt niður líka. En ef við náum að þú veist, stöðuleika og náum okkar svona topp leik, þá erum við mjög góðir. Mér finnst það bara. Ok, eina lókum. Ég hætti alltaf að vera síðastur. Nú eru kortir í gluggalok en við vitum það með einhver LOC pappíra og eitthvað. Er eitthvað í farvatninu hjá ykkur hérna? Ekki nema eitthvað hafi gerst með leikurinn var í gangi. Það var ekkert í gangi hjá okkur. Ég, eins og ég sagði, er ánægður með liðið og þú veist, þessi vika er búin að vera bara stressandi. Ég segi það alveg eins. Það er bara áreitið er búið að vera ótrúlegt. Bara í tölvupóstum og síma og allt, sko. En ég held að þetta er mjög mikilvægt í svona að gleyma ekki því sem þú ert með. Þú mátt ekki gleyma því að fara að horfa fram á veginn og horfa eitthvað ef við gerum þetta og þetta og gleyma hópnum og liðinu og strákunum sem við erum búin að vera að vinna með í alla vetur. Af því ef þú gerir það þá getur þú sprengt liðið upp. En eins og ég sagði, ég hef verið ánægður með liðið í alla vetur. Fyrst liðið flott, mér finnst þakið á liðinu mjög gott. Þannig að ég hef bara reynt að fókusera mikið á hvað við höfum verið með og ekki gleyma því og það er það sem við höfum svolítið gert núna. Kærar þakkir, gangi ykkur vel. Takk.